Góðan daginn, kæru fundarmenn og áhorfendur. Velkomin á fund nr. 26 í Íbúðaráði Vesturbæjar sem í Ráðhúsi Reykjavíkur. 8. maí kl. 15. Við erum með eftirfarandi dagskrá í dag. Fyrst aðdragandi vinnu við hverfisskipulagi Vesturbæ til kynningar. Síðan kemur umræðum grænsvæði, leiksvæði og íþróttasvæði Vesturbæ. Í þriðji liður bréf Mannréttinda- og lýðræðisstofu, ábendingar íbúðaráða vegna fjárfestinga og viðhaldsáætlunar. Og fjórði liður bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsinga og tillögum að breytingu á deiliskipulagi fyrir nýja Skerjafell. Fimmti liður bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsingar og tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Hagaskóla á lóð nr. 1 við Fornhaga. Síðan sjötti liður sem málefni hverfisins og þá bjóðum við ykkur að senda inn athugasemdir á Facebook eða inn á tölvupóst íbúðaráðsins sem við getum þá tekið fyrir í málefni hverfisins. Og síðan sjöundi liður sem umsóknir í hverfissjóð sem lokaður liður fyrir fundarmenn. Þá skulum við byrja á lið 1 og bjóða Ævar velkominn. Hann ætlar að kynna fyrir okkur vinnu við hverfisskipulag í Vesturbæ. Sæll Ævar. Við heyrum ekki í þér. Ævar, þú ert á mute ef að... Núna. Þarna kom. Ég ætla að segja ykkur hérna í stuttu máli frá hverfisskipulagi. Ég sé það á þeim sem eru þarna að einhverjir af kjörnum fulltrúum hafa heyrt í mér áður. En ég hef þetta bara svona almennu nótunum. Ég ætla aðeins að segja ykkur á hverfisskipulaginu og samráðinu og svona vinnuaðferðunum og afurðunum. Virkar þetta hérna? Sem sagt hverfisskipulagi deiliskipulagi fyrir gróin hverfi þar sem við erum svona að taka á móti ábendingum og óskum íbúa og innleiða þau í skilmála. Við erum að innleiða 7 lykil áherslur vistvæn hverfi til að gera þau vistvænni, sjálfbærari og meira heilsueflandi. Það náttúrulega verið að reyna að styrkja þjónustuna í hverfunum, fjölga íbúðum og gera eitt og annað og síðan að bæta aðgengi af upplýsingum og stytta málsmeðferði sem hefur verið svona. Við fáum oft ábendingar og óskir um. Það semst lykil tæki í okkar vinnu heitir hérna 7 lykiláherslur vistvæna byggð. Þetta kemur á aðalskipulaginu sem var sagt í 2010 og við notum til þess að greina samfélagið, gæði byggðarinnar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orkuauðlindir, mannvirki og náttúruvá og notum svo þetta stýrir allri vinnunni. Við vinnum hverfisskipulag á grundvelli sem sagt borgarhluta og hérna eru svona tölur sem við sett inn á hvernar við hyggjumst byrja á einstökum hverfum. Við erum búin sem sagt með Árbæ, kláraði það 2019, Breiðholtið tók á endanum gildi það var bara fyrr í þessum mánuði, fyrir 2 vikum. Og við erum semst að vinna núna hverfisskipulag fyrir Háaleiti, Bústaði og Hlíðar og setjum þau varandi í loka kynningu í haust. Við erum nýbyrjuð á hverfisskipulagi í Laugardal sem gengur nokkuð vel og hratt fyrir sig og erum að stefna því að klára það næsta ári. Svo planið að fara í þarna hverfin austar í borginni, Grafarholt og Grafarvog. Það tengir svona vinnu við aðalskipulag og síðan að færa sig vestur í Vesturbæinn og ég hef sett þarna 2023 en það gæti seinkað eitthvað fer eftir í hvernig þetta gengur í austurhlutanum. Svo eigum við eftir að gera hverfisskipulag upp á Kjalarnesi sem svolítið svona sérstakt. En mjög mikilvægur þáttur í hverfisskipulaginu sem sagt samráðið sem byggir á lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar. Og það eru svona 4 atriði sem við tölum gjarnan Við reynum að
hlusta á óskir íbúa, við reynum að rýna síðan það sem verið að óska eftir og breyta ef það hægt og síðan að miðlum við þessum breytingum og þetta svona hringrásarkerfi sem gengur í gegnum allt kerfið. Við erum nýkomin hérna með ágætis vídeó sem ég ætlaði að spila fyrir ykkur sem lýsir þessu mjög svo umfangsmikla samráði og við gerðum þetta svona í Laugardal og þetta verður módelið fyrir samráði í framtíðinni. Hverfisskipulag Reykjavíkurborgar unnið í ríku samráði við íbúa og hagsmunaaðila. Þetta gert í 6 þaulskipulögðum skrefum. Fyrsta skrefið kallast skapandi samráð. Áður en eiginleg skipulagsvinna hefst, búa nemendur í hverfisskólunum til módel af hverfinu sínu og fá fræðslu grunnatriði í skipulagsmálum, umhverfismálum og arkitektúr. Í framhaldinu haldið opið hús fyrir alla íbúa þar sem módelið notað til að ræða málefni hverfisins. Starfsfólk borgarinnar og skipulagsráðgjafar eru á svæðinu og með sérhönnuðu miðakerfi geta gestir komið hugmyndum sínum og athugasemdum á framfæri. Á vinnutíma skipulagsins hugmyndir kynntar reglulega fyrir íbúaráði hverfisins og leitað eftir áliti þess áður en lengra haldið. Einnig haldnir fundir með hagsmunaaðilum, einingum og sviðum borgarinnar auk þeirra opinberu aðila sem skipulagið varðar. Eldhugar hópur áhugasamra íbúa sem brenna fyrir málefnum síns hverfis. Hópurinn stofnaður við upphaf skipulagsvinnunnar og fulltrúar borgarinnar leita reglulega til eldhugana til að kynnast viðhorfum þeirra til ýmissa mála. Auk þessa stuðst við álit blandaðra rýnihópa sem stjórnað af óháðum aðilum. Þegar fyrstu drög að hverfisskipulagi tilbúin sett upp kynningarsíða og sýning í hverfinu. Íbúar hvattir til að kynna sér vinnutillögurnar, spyrja starfsfólk spjörunum úr, taka þátt í sérstökum hverfisgöngum og skila inn sínu áliti. Þegar búið að vinna úr innsendum athugasemdum lokatillögur að hverfisskipulagi kynntar. Þá sett upp ný sýning í hverfinu, tillögurnar kynntar á sérstakri vefsíðu og haldnir íbúafundur í beinu streymi. Kynningartíminn að minnstakosti 6 vikur og á meðan gefst öllum tækifæri á að senda inn ábendingar með formlegum hætti. Þegar búið að fara yfir síðustu athugasemdir og taka afstöðu til þeirra, nýtt hverfisskipulag sent til formlegrar staðfestingar og gildistöku. Þannig að þetta þetta samráðsferli okkar sem lýst nánar annars staðar. En sem sagt, þetta byrjar þannig að við söfnum hugmyndum, við fáum þessa eldhuga inn, síðan útbúnar svona vinnutillögur. Við vorum með svona vinnutillögur í Háaleiti bústöðum, meðal annars Bústaðaveginn sem vöktu mikla athygli, og Miklubrautin og fleiri svona þætti og eins vorum við með samskonar vinnutillögur í Hlíðunum sem vöktu mun minni athygli og við sem sagt stefnum að því að vera með svipaðar vinnutillögur í Laugardal í haust. Og á grundvelli sem sagt þeirra athugasemda sem við fáum við og ábendingar við vinnutillögurna þá útbúum við lokatillögur. Þannig að það mörg íbúar og hagsmunaaðilar í hverfinu hafa marga möguleika á því að koma sínum skoðum á framfæri og það eftir reynt að hlusta á þeirra óskir eftir því sem hægt Þetta bara sýna ykkur svona myndir, þetta frá Breiðholti. Þar vorum við með svona hverfagöngur, það var við vinna með skólakrökkum og alls konar íbúafundir. Og þetta gefur marga svona snertifleti og verða til skemmtilegar samræður við íbúa. Við höfum hitt eða unni með á 2000 skólakrökkum í 25 skólum. Við að byggja þessi módel með okkur í þessu skapandi samráði. Við byrjum yfirleitt þá vinnu með svona fræðslu barnalýðræði, arkitektúr og skipulagsmál og grænu svæðin og svo kynnast krakkarnir hverfinu sínu gegnum að byggja módelin. Þetta nú bara frá vinnunum sem við vorum með í þessum 4 skólum í Laugardal núna í mars. Þetta myndir þaðan, síðan vorum við með opið hús. Vorum með aðstöðu undir stúkunni í Laugardal. Þar komu krakkarnir og líka fullorðnir og tóku þátt í því að segja skoðanir sínar á
á hverfinu sínu, hvað þau vildu breyta og hvað væri gott og þar fram eftir götunum. Það safnuðust þarna nærri 4500 hugmyndir alls konar atriði. Það mjög áhugavert að sjá hvernig allir hafa skoðanir á einn eða annan hátt á umferðinni, en á mjög mismunandi svona út frá mismunandi vinklum. Krakkarnir hafa skoðanir á því, þeir vilja minni umferð, meira öryggi. Það sama má segja svolítið foreldrana, meðan þeir sem eru eldri eru svona uppteknari af því að hún gangi greiðlega fyrir sig. Krakkarnir í þessum 4 skólum unnu svona sérstök verkefni þar sem þau fengu að skipuleggja sitt hverfi og komu með hugmyndir við þess að þeir að nota þessar hugmyndir núna til þess að vinna þá fyrstu vinnutillögur. Við skráum þetta í sérstakt app, höldum utan þetta. Það semst mættu þarna í þetta opna hús hjá okkur nærri 1400 krakkar úr skólanum og nærri 300 fullorðnir. Það var miklu minni svona áhugi fullorðina á þessu af því það voru ekki beinharðar tillögur, þeir vilja gjarna fá beinharðar tillögur til þess að bregðast við. En það er þannig reynt að skapa rými fyrir litlar og stórar hugmyndir. Þetta er svona bara skráningakerfi sem við skráum í svona sérstakt app, þannig að við getum haldið utan allar þessar hugmyndir sem koma inn. Og þær eru skráðar með svona GPS-punkti og við getum fengið sérstakt út úr þessu svona statistikum hvað margir vilja þetta og hitt. Við notum líka samráðstæki sem heitir Mapsjóner og getum gert svona spurningakannanir í gegnum það. Við vorum með spurningakannanir í Laugardal sem fjallaði svona nýting á almenningsrýmum og ferðaleiðir. Þetta er hluti af þessari hugmyndaleit. Við verðum með fleiri svona kannanir í Laugardal og gerum þetta þegar við komum í Vesturbæinn líka. Niðurstöðurnar og samráðin síðan safnað saman í svona skýrslur. Það liggja fyrir endanlegar svona samráðsskýrslur í Árbæ og Breiðholti og drög að samráðsskýrslum í Háleiti, Bústöðum og Hlíðum. Þetta gerum við og leggjum fram með lokatillögunum. Það er svona ágætt að kynna þess fyrir ykkur að vinnureglurnar eru þær að við skiptum hverfunum upp í, unnið eitt hverfiskipulag fyrir hvert hverfi, skiptum síðan hverfunum upp í svona minni einingar sem við kallum skilmálaeiningar og þær fá sérstaka skilmála. Þannig að það er svona reynt að hópa saman einbýlishúsa byggð, blokkarbyggð, samfélagsþjónustu sem eru skólar og leikskólar, opin svæði og þau fá þá svona bindandi skilmála. Það fer svolítið tími í mannvirkin sem þá verið að koma til móts við óskir íbúa breytingar. Við vinnum þetta í sérstöku appi sem við kallum Bakland hverfiskipulags sem gerir þessa flóknu vinnu miklu einfaldari og fljótvirkari og við vorum að þróa þetta, vorum lengi að þróa þetta í meðal annars þegar við vorum að vinna hverfiskipulag í Árbæ en þegar við komum í Vesturbæinn þá voru tækið orðið það vel þróað að sú vinna á að ganga hratt fyrir sig. Afurðirnar eru síðan svona skipulagsgögn, það eru almenn greinagerð, þetta er dæmi hérna hverfiskipulag í Breiðholti sem nýtekið gildi. Það eru skilmálar, það eru skipulagsuppdrættir, þessu fylgja svona leiðbeiningar útfærslu sem er svona viðbyggingar og breytingar ýmiss konar en líka almenningsrými, útfærslu lóða, borgarbúskap og fleira og það er í vinnslu fleiri leiðbeiningar. Svo fylgja hverfiskipulaginu verklýsing sem er gerð í upphafi verks hvað er framundan og hvað á að gera. Það er svokölluð byggðakönnun eða húsakönnun og fornleifaskráning sem fylgir og svo allar öll þessi gögn sem lýsa samráðinu. Við þurfum að prenta þessi gögn því að skipulag er ennþá þannig að það þarf að vera að stimpla og undirskrifast. Þannig að við prentum þessi gögn en við höldum utan skipulagið í svona sérstökum möppum eða boxum. Hér er sem sagt hverfiskipulag fyrir Breiðholt og Árbæ fyrir þessi 3 hverfi í sitthvorum borgarhlutanum ásamt leiðbeiningunum okkar sem þið sjáið hér sem fjalla einbýlishús, parhús og raðhús, fjölbýlishús, svalir og útlitsbreytingar, þak,
breytingar og þar fram eftir götunum. Ég skal senda ykkur þessar glærur þannig þið getið skoðað þetta. Þetta svona dæmi leiðbeiningum fjölbýlishús, hvernig megi bæta aðgengi að lyftulausum fjölbýlishúsum. Við erum með upplýsingasíðu þessa vinnu sem heitir skipulag.reykjavik.is, það sem eru svona fréttasíður og síðan erum við með þá sérstakar kynningasíður hvert og eitt hverfisskipulag. Hér er ein síða Breiðholtið og þar er hægt að taka út gögnin á sérstakri svona úttektarsíðu, þannig að íbúar í Breiðholtið þeir geta þá sem vilja vita og búa í neðra Breiðholt og vilja fá að geta skoða skipulagsskilmálana í til dæmis í bökkunum, þeir ýta á sitt númer og fá þá skilmálana. Við erum að þróa núna með Þón Hverfasjá sem er svona rafrænt skipulag. Í skipulagslögum er sagt að allt skipulag, deiliskipulag þurfa að vera orðið rafrænt 2025, þannig að við erum þarna í fararbroddi og þá er þetta þannig að þá er hægt að skrifa inn heimilisfangið sitt og fá svo upp skilmálana, ýta á lóðina sína og fá að vita svona það sem má gera og samkvæmt skipulagi í þessari Hverfasjá. Við opnuðum sem sagt í síðustu viku nýja Hverfasjá, það sem hverfisskipulagi í Árbæ og Breiðholti sem eru þá búin að taka gildi, það er hægt að finna þau. En þessi rafræna útgáfa hún er í stöðugri þróun. Þetta er nú eiginlega bara komið hjá mér. Ef þið erum einhverjar spurningar. Takk fyrir þetta, Ævar. Eru einhverjar spurningar? Hver er fyrstur? Ásta, gjörðu svo vel. Takk kærlega, Ævar, fyrir þessa kynningu. Þetta er bara mjög áhugavert og frábært að fara að koma góð reynsla á þetta. Við erum bara rosalega spennt að fá þetta fara í gegnum þetta ferli í Vesturbænum. Ég held að það muni hjálpa umræðinu alveg svakalega mikið og gefa íbúum líka tækifæri að taka þátt á þann hátt sem við viljum sjá í dag miklu betur. Þannig að já, ég bara get ekki beðið og ég hef búin að tíunda það á öllum fundum sem þessi mál hafa verið síðustu ár. Þannig að við erum bara mjög spennt og takk, mjög gaman að fá svona kynningu á hvernig þetta útfærist. Takk. Kannski ein spurning bara hvernig, að þið maður stundum þegar kemur að svona málum, þá hvernig taka ólík svið innan borgarkerfisins þátt í þessu. Það er mikið skipulagsverkefnum, en hvernig koma svo, ég veit að við vinnum í skólanum, ég spáði hvernig tengist þetta inn í ólík svið innan borgarkerfisins. Sko þetta er náttúrulega þungamiðjan er hjá umhverfis- og skipulagssviði og þeim svona einingum sem eru þar. Við höfum verið í töluverðu samstarfi við skóla- og frístundasvið að því við setjum skilmála skólana, hvernig megi stækka þá og leikskólana líka. Við hefum svo sem átt alveg ágæti samstarfi við velferðarsvið líka þar sem það á við og þá þjónustu sem þeir eru með, þannig að við erum í rauninni að setja skilmála þá þessa starfsemi sem snertir þessi svið. Það er nú aðalega þessi svið sem þetta tengist og við höfum þá funda með þeim svona reglulega þegar það á við. Þeir ekki gerið úttekt á gæðum og þjónustu fyrir hvert svið og hvert hlut, til dæmis á skólum og íþróttaaðstöðu og annað slíkt? Nei, við höfum ekki verið í því. Við erum fyrst og fremst þá að því að þetta snýr að sem sagt skipulagsskilmálum, þá erum við að setja sem sagt skilmála þá mannvirki og aðgerðir sem snúa að skipulaginu. Þannig að við erum ekki að fara inn á sem sagt starfsemi einstakra stofnana eða því um líkt.
En þurfum við ekki að sjá það, ef það vantar skóla, þurfum við þá ekki að gera ráð fyrir honum strax? Jú, það felst í því, sko. Það þurfum við náttúrulega að gera úttekt eða geta sjá á skólastarfið til að sjá hvort það vantar, eða ekki? Jú, en þetta kemur náttúrulega frá þá skóla- og frístundasviði. Þeir gera greininguna. Og þeir eru að láta ykkur fá hana fyrir? Já, þeir láta okkur fá þessi greiningagögn. Og hvað getum við séð þá hvar greiningagögnin standa? Þú veist, hvaða greiningagögn þurfið þið til þess að geta að fara af stað og hvað er til af þessum greiningagögnum eða hvar eru þau í ferlinu? Er hægt að sjá það eitthvað þar? Já, sko, greiningagögnin, vitum nú við, það var hérna, ég var með eina mynd hérna, fylgigögn hverfiskipulagsins, að greiningagögnin þau eru þá tekið saman í svokallari verklýsingu, eða skipulagslýsingu, það sem er gerð í upphafi vinnunar og þetta liggur fyrir nokkrum í þessum hverfum sem við erum að vinna með núna, en til dæmis í Vesturbæ erum við ekki búin að gera þessa greiningavinnu. Þannig að við byrjum á henni leið og við byrjum á hverfinu, eða sem sagt á borgarhlutanum. Þið vitið ekki ennþá hvaða gögn eru til og hvaða gögn vantar til þess að fara í þessi greiningavinnu? Já, við vitum hvað á að vera í þessu, en við erum ekki, til dæmis með sambandi við Vesturbæinn, þá vitum við ekki nákvæmlega hvað vantar á þessu stigi, en það erum við ekki byrjuð á þessari vinnu. Þetta var rétt upp hend. Já, gjörðu svo vel, Skúli. Ég sé ekki hendina hér. Vildi bara koma aðeins inn í þessa umræðu, sko, bara til áréttingur af því menn að spyrja greiningavinnu, þörf fyrir nýja skóla og annað slíkt. Þá þetta auðvitað bara kjarnaverkefni hjá skóla- og frístundasviði að horfa inn í framtíðina, meta spárun nemendafjölda sem eru gerðar á hverju ári eða uppfærðar á hverju ári í samhengi við til dæmis nýbyggingasvæði og þéttingu byggðar. Og þessi þáttur að taka bara meira og meira rými í okkar starfi. Við höfum bæði verið að horfa á tvö svæði sérstaklega það sem hefur verið sérstakir starfshópar sem hafa farið í gegnum möguleikana, bæði í Laugardalnum, stækkun skóla þar og mismunandi sviðsmyndir, einar 3 sem að koma út úr þeirri vinnu og svo að sömuleiðis í Miðborg og Hlíðum. En þar fyrir utan liggur bara fyrir þessi áform skólan í Skerjafirði, liggja fyrir síðan bara mjög ítarleg vinna sem að var kynnt í kringum páskana forgangsröðun á viðbyggingum varðandi grunnskóla sem að snýst þetta sama, sem sagt þörfina fyrir að stækka tiltekna skóla út af íbúafjölgun og 2 skólar í Vesturbænum komu þar mjög hátt út úr þeirri forgangsröðun, sem sagt Hagaskóli í 3. sæti og Melaskóli í 5. báðir í fyrsta forgangi af 20 verkefni sem voru rýnd þar. En þessi vinna, þetta bara það sem sviðið gerir reglulega en alltaf í mjög þéttu samstarfi við skipulagssviðið eðlilega og önnur svið borgarinnar eftir þörfum. Ef við sjáum einhverja lóðir eða einhver svæði sem má taka undir þetta og svo erum við þá líka að kanna hvað er hægt að koma fyrir að byggingamagni á núverandi skólalóðum og setja skilmála meðal annars færanlega kennslustofur. En við byggjum algjörlega á þessari greiningavinnu frá skóla- og frístundasviði. Spyrja. Það gjörðu svo vel, Ásta. Já, ekki greiningavinna þau líka frá íþrótta- og tómstundar? Ætti að vera, en það vantar. Íþrótta- og tómstundaráði og já, líka velferðarsviði, það er þessi lýðheilsustefna. Já, spurningi var fáið þið sem sagt greiningargögn frá ITR og frá velferðarsviðinu? Já, algjörlega. Og getur almenningur séð þessi gögn þá inn á vefsíðunni þegar þau koma, þegar verklýsingin verður tilbúin? Já, þau birtast í gegnum verklýsinguna sem í rauninni, það í auglýst og kynnt í upphafi verksins. Má ég spyrja, hægt að flíkka þessu fyrir Vesturbæinn? Það erfitt.
Við erum sem sagt búin að lofa því að klára í Laugardal og svo þetta verið að tala það hægt að flýta því hugsanlega með að bæta við meiri mannskap, en það nú aðalega það sem er hamlandi í þessu. En það verið að tala að klára þetta meira og minna í Austurborginni fyrst. Af hverju það? Já, það var bara stefna sem var tekið fyrir löngu síðan að byrja á Árbænum, fara svo í Breiðholtið og færa sig vestur eftir. En auðvitað er hægt að breyta stefnu, en það er ekki svona, við höfum þá farið eftir þeirri stefnumörkun sem var lögð með þessum. Það var svona ákveð flækjust, ég veist, með Vesturbæinn. Já, það er sko, bæði Vesturbær og miðborg eru svona aðeins öðruvísi lögmálum, það er mikið eignalóðum þar sem gerð skipulags, það eru þarna svæði sem eru óskipulögð eða er ekkert með deiliskipulag, það er svona svoleiðis flækjustig á því og síðan eru þarna meiri svona verndunarsjónarmið og það er miklu meiri sko fornleifaskráningu en í öðrum hlutum, þannig að það eru svona flækjustigin í þessu en það er ekkert eitthvað sem er óleysanlegt. En svo eru líka stóru uppbyggingarreitin, þannig að það verið kannski það sem mann hefur þótt verið synd að þetta hafi ekki verið það var ekki búið að fara í þessa vinnu til að hafa til hliðsjónar í deiliskipulagsvinnu fyrir uppbyggingarreitina. Akkurat. Svona mjög miður. Og við höfum mikið lent í Vesturbænum að þessi greiningargögn og úttektir séu bara ekki til. Við höfum að leita eftir þeim til þess að vera okkur saman við önnur hverfi og bæjarfélag. En þetta er mjög gott starf, skilmála einingar. Notið þið það? Við talaðum svona minni, þegar við brjótum upp í minni einingar í hverfinu. Já. Það er svona eitthvað sem við höfum að temja okkur í skipulagsumræðinni eða? Ég veit það nú ekki, þetta er bara voða þægilegt. Svona, þetta er meira svona skipulagstæknilegt, þetta er voða þægilegt að grúppa saman umhverfi, húsaþyrpingar, hús sem eru með svipuðum karakter og gefa þeim sams konar skilmála og í Vesturbæ hentar þetta mjög vel fyrir ákveðnar einingar, það er til dæmis á Melónum, það eru mjög lík hús, þau hús eru mjög hliðstæð því sem er í Hlíðunum til dæmis, þannig að þetta er mjög gott vinnutæki fyrir okkur. Þetta er ekkert ósvipað deiliskipulag í rauninni? Þetta er deiliskipulag, hverfiskipulag er deiliskipulag fyrir gróna byggð. Þannig að þetta er bara ígildi deiliskipulags. Já, ég vissi að sko hver reitur fyrir sig? Já, hann er það. Skilmálaeiningur, hann svona vitnar í gömlu deiliskipulaginn, ekki? Já, nákvæmlega. Er ykkur fleiri spurningar frá? Ég ætlaði bara að þakka fyrir góða kynningu hverfiskipulag Reykjavíkur og það verður gaman að sjá hverfiskipulag Vesturbæjar þegar takk fyrir það. Heyrðist mjög illa í þig, Björn. Já, fyrirgeðu, ég ætlaði bara að þakka fyrir góða kynningu hverfiskipulag Reykjavíkur og það verður gaman að sjá hverfiskipulag Vesturbæjar þegar að því kemur. Takk fyrir Ævar. Já, okkur hlakkar til að komast í Vesturbæinn. Mér langar þá að spyrja eina pínulega spurningar. Getur þú aðeins útskýrt betur eldhugar, hvernig þið veljið þá og hvernig það virkar? Er það ráðið í starfið, eða er þetta starf, eða er þetta bara svona local heroes, eða hvað eru þessi eldhugar? Þeir eru eins og nafni bendur til einhverju sem brenna fyrir hverfi sitt og við vorum með þessa hugmynd lengi en höfðum ekki orku til að standa í þessu með öllu öðru að því vorum fámenn, en nú erum við búin að stofna svona, það er búið að stofna svona eldhugahug í Laugardal og við fáum íbúa samtökin í lið með okkur. Þetta er ekki hópur sem er undir okkar stjórn, heldur svona sjálfstæður hópur. Við reynum að velja inn í, eða réttara sagt við reynum að fá fólk bara til að melda sig inn í þetta. Þetta er kannski eitthvað svona 30 manna hópur sem fylgir
hverfisskipulaginu, hann er stofnaður í upphafi vinnunar og fylgir vinnunni allan tíman og er svona til ráðgjafar, það er svona fyrstu hugmyndir til skoðunar. Við erum að reyna að fá þá fólk úr öllum hverfum á öllum aldri, þannig að þetta sé alveg frá svona í kringum 20 og upp úr og bæði kallar og konur og við erum búin að hitta eldhugana í Laugardal einu sinni og erum að fara að hitta þá aftur í byrjun hérna næsta mánaðar til þess að kynna fyrir þeim þessa hugmyndaleit og svona okkar fyrstu greiningar á þeim og fá þau svo til þess að ræða með okkur það hvað viljið þið leggja áherslu á, hvað sjáu þið fyrir ykkur og við erum svona að gera tilraunir með þetta, við höfum ekki prófað þetta áður og hérna þannig að þetta er svona eldhugar í mjög stuttu máli. Þetta er sjálfboðavinna? Þetta er bara sjálfboðavinna. Það sem þau fá er kaffi og kleinur á fundum. Já, þetta hljómar mjög vel og líka gott að þetta séu þá 30 manns, þannig að þá er náttúrulega auðveldur að ná út í baklöndin miklu víðar. En ég hef með spurningu þá í þessu samhengi, hvernig tryggið þið að fólk af erlendum uppruna geti tekið þátt í starfinu og sé með fulltrúa líka innan eldhugana? Já, þetta er mjög erfitt. Við höfum bara töluverða reynsla því að ná til þessara hópa, sérstaklega gegnum vinnu í Breiðholti, það hefur gengið mjög illa. Það voru að segjast alveg eins og er. Við höfum verið með sérstaka starfsmenn tengda hverfismiðstöðunum þarna. Við reynum að hafa til dæmis þetta kynningarefni á náttúrulega ensku með þýðingamöguleikum á heimasíðunni. Þannig að þetta er ekki einfalt og okkur hefur ekki gengið betur við þetta heldur en neinum öðrum, sko. En mætti sjá fyrir sér þá að hafa einhverja fundunum þá á öðrum tungumálum og svona mjög kannski kjörið að fara í gegnum skólana líka því að foreldrar eru oft kannski fyrstu til þess að vilja virkilega taka þátt í starf. Já, við höfum náttúrulega verið með þetta í gegnum skólana. Reyndum þetta verulega í Breiðholti en sem sagt eins og ég segi þetta er ekki einfalt mál að ná til þessara aðila. Og það þarf svona, við höfum verið í samtölum við meðal annars menningar og lýðheilsu, hvað heitir þetta lýðræðisráðið og þetta hefur ekki gengið sérstaklega vel, sko. Við þurfum að finna leiðir til að bæta úr því. Ég held það, sko. Við höfum verið með fundi, þessar streymisfundi, höfum verið með ríttúlkun á þeim og svona reynt eins og kostur er. En ég held að það þurfi verulega að gera eitthvað átak í þessu. Flott er. Þá, ég sé að það er enga fleiri spurningar, engin með upprétta hendur þá. Kannski bara mjög mikilvægur punktur að það var líka kom fram í kosningunum að fólk á erlendum uppruna var ekki að taka þátt í kosningum þannig að kannski eitthvað sem það þurfti virkilega að taka til greina í hverfisskipulaginu þannig er möguleiki að fá fólk með. Já. En er þetta ekki bara í öllu? Ég meina, er þetta ekki líka rosalega léleg kosningaþátttaka hjá þessum aðilum? Þannig að kannski líka bara greina sérstaklega þarfir erlendra útlendinga og það er sérst ný innfluttra. Ég vilja biðja þegar áðurinn farið í gang í Vesturbænum að við tökum þetta sérstaklega fyrir. Hvernig nálgast þetta í Vesturbænum? Já. Ég vil vera í mjög partæði. Endilega. Ævar, takk kærlega fyrir komuna. Já, takk sömuleiðis. Ég skal senda þér þessar glærur. Já, takk. Það verður frábært. Takk. Takk kærlega. Þá vindum við okkur í næsta lið sem... Já, síðan er spurning hvort þið viljið vera með bókur bara þennan lið. Ég var með eina setningu sem var bara þannig við fögnum vinnslu og hverfisskipulag og leggjum áherslu á því verið flýtt eftir fremsta megni í Vesturbæ. Það var ekkert meina þetta.
Ég tek undir það, ég myndi bara vilja bæta við, þú veist, að athuga verið sérstaklega hvernig það verið nátt til fólks af erlendum uppruna. Já, en er það ekki bara að það ekki passað upp á greiningar, það er bara það að greina þann hóp eins og alla hópa og má ekki gleyma það. Ég tek undir þetta. Já, ég tek undir þessa bókun líka. Ég líka. Skúli og Hildur. Ég var að setja inn líst vel á bókun. Já, sammála. Ok, flott. Þá fær ég þetta bókar að ráðið samrýst þessa bókun. Og þá erum við komin að lið nummer 2 sem grænsvæði, leiksvæði, íþróttasvæði í Vesturbæ. Þetta kemur í rauninni bara beint með framhaldi af hverfiskipulaginu og passar þarna inn. Þetta er eitthvað sem við höfum verið að impra á frá upphafi út af við vitum að þessar úttektir og þessar greiningar eru ekki til í Vesturbæ. Og við höfum verið að biðja þær og það er okkur sagt að það væri í leiðinni vinnslu og þær hafa ekki verið allavega ekki kláraðar, við veitum ekki hvað er komið langt. En þar sem þetta er síðasti fundurinn okkar núna, þá langaði mig til þess að við myndum leggja fram bókun bara sem út af þessari ábyrgð sem það þarf náttúrulega fyrir þessi hverfiskipulagsvinnu. Þá þurfa þessi greiningar að vera til, við þurfum að geta borið Vesturbæinn saman við önnur svæði í borginni og önnur sveitarfélög og passað upp á þjónustuna. Og það er náttúrulega líka eins og Ásta segir, sko, það er ekki líka bara greiningar á þessu grænusvæði, leiksvæði og íþróttasvæðum, það er náttúrulega líka greiningar á þörfum innflytjenda og annarra hópa. Ég var búinn að setja upp bókun tillögu sem ég sendi til okkar allra. Spurning hvort að þið voru með athugasemdir varðandi það eða tillögur. Allir hafa búin að lesa það yfir. Já, varstu neitt eða? Já, það var kannski. En þetta er, við settum saman hérna, skoðum þetta saman nokkur, þannig ég skrifaði þennan texta út frá því sem við vorum búin að ræða saman. Ég veit að þið fengu þetta náttúrulega bara í dag, kjörnum fulltrúar, en þetta er svona það sem við höfum verið að ræða um. Sko, þetta er fín bókur en ég held ég ætla bara að halda mig almennt utan við aðrar bókar eins og ég hef nú yfirleitt almennt gert. Ég samþykki. Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða breyta orðalagi eða eitthvað? Þetta er fínt svona. Já, ég er sammála þessari bókun. Ég líka. Þá er það gott mál, þá erum við 4 sammála og kjörnum fulltrúarnir 2 valtast til hliðar, ef ég skil rétt. Skúli, þú? Já, sko, ég er hérna, ég myndi ekki skrifa upp á orðalega hérna eins og var þetta mismunun á þjónustu, en mér finnst þetta, sko, ég er mjög fylgjandi því að þessi greining fari fram og menn hérna skoði alla möguleika einmitt í tengslu við hverfiskipulagið eða jafnvel fyrr að þessi greining mætti gjarnan liggja fyrr heldur en sú vinna fer á full. Og hún verður eiginlega að vera búin fyrir, það er eiginlega ekki að fara í hverfiskipulagið fyrir en þessar greiningar eru til. Já, hún þarf að liggja fyrir þegar sú vinna hefst, sko, en það væri ekkert skaði að því að hún myndi jafnvel liggja fyrir sko áður en að sú vinna fer af stað ef við erum að tala um að það sé ekki fyrir 23 eða jafnvel síðar. Þá skiptir máli að ráðast í þetta verkefni snemma. Sko þegar það er sagt að stemma stigum við mismunandi þjónustu þá er náttúrulega ekki verið að segja að það sé mismunandi þjónustu, heldur hún er náttúrulega
er ekki Það að er svona segja. verið að leggja í að því samt, sko. Já, það er náttúrulega aldrei neitt fullkomið. Við þurfum að átta okkur á því að það er, við verðum aldrei fullkomin, hvað sem við gerum. Ég sit hjá bara. Já, flott, takk. Vilt þú segja? Já, ég vil segja í þessu samhengi að því að, eins og við segir, þetta síðast fundur okkar og mér finnst við búin að, þóttu við aldrei fengið þessa úttekt, þá höfum við getað fjallað grænsvæði og aðstöðu til útivistar og íþrótta og afþreyinga með ólíkum fulltrúum og starfsfólki borgarinnar, þannig að það hefur ýmislegt svona komið upp á yfirborðið sem hefur verið áhugavert. Af því að við erum búin að vera að horfa til ólíkra ópinna og grænna svæða og þetta er náttúrulega líka þessar skilgreiningar, grænsvæði, ópinsvæði, leiksvæði, skólasvæði og þannig við erum búin að vera að fjalla núna síðast KR-svæðið, við erum búin að fjalla Hagatorg, þessu skólalóðir, Melaskóla, Hagaskóla, Vesturbæjarskóla, svo erum við búin að vera að tala Landakotstúnið, Battavell þar, núna síðast var líka tekið fyrir útivistarpallur við Ánanaust sem við gerðum athugasemdir við en var síðan samþykkt af því við vildum sjá meira samráð við íbúa og horft til þarfa hjá íbúum og svo náttúrulega Vesturbæjarlaugin og túnið þar, þannig að mjög mörg svæði og þetta hefur gefið okkur tilefni til þess að ræða heilmikið þarfirnar en alltaf vantar þessa greininga grunnvinnu til þess að geta horft á þetta heildstætt og sama má segja þessar grænu tengingar og leiðir sem hvað þegar á að vera með útikennslu og skólinn er farin í fjöru og allar þessar tengingar hvernig þessi svæði að nýtast okkur í hverfinu. Og þannig að ég vil bara segja að það er mikið af góðum stefnum. Við erum búin að horfa í þessu samhengi til menntastefnunnar, til lýðræðisstefnunnar, til loftslagsstefnunnar, til grænnar borgar en við erum ekki alltaf að sjá þetta útfærast af því okkur finnst okkur vanta forsendurnar sem að gefa okkur heildarsýnin. Og það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig næsta ráð tekur það áfram. Sammála þessu. Viljið þið bæta ykkur við? Eða athugasemdir? Þá bara skulum við vinda okkur í næsta lið sem er númer 3 sem er bréf Mannréttinda- og lýðræðisstofu ábendingar íbúðaraða vegna fjárfestinga og umbyggðum viðhaldsáætlunar og það er til afgreiðslu. Hérna vorum við búin að senda þetta á milli okkar, það eru sem sagt Björn og sjálfur og ég og Ásta varst ekki búin að samþykkja þennan lista, við getum varpað honum síðan upp og það væri gott að fá skoðun ykkar Hildur og Skúli á þessum. Það er margt þarna sem var líka í fyrra sem hefur ekki verið sett inn á fjárhagsáætlun sem við setjum þá aftur inn. Þarna erum við að benda á þessar úttektir sem við vorum að ræða rétt áðan og þær séu settar bara í fjárhagsáætlun því að það þarf að kosta þær að það er ekki búið að setja þær inn á svæðin. Síðan er náttúrulega út frá úttektir á þörfum íbúa varðandi KR. Það er til þarfagreining sem sagt fyrir KR sjálft hvað KR finnst að þurfa en það er ekki fyrir að gera þarfagreining á þörfum íbúa hvað þeir myndu vilja eða þarfir þeirra varðandi KR. Og síðan er þetta skipulagsmál þveranir og fjarlæga hringtorg og fá fleiri samnýttar götur, hjólabrettavöll, sparkvöll á Landakotstúni sem var komin, sem við ræddum hérna í hverfisráðinu og virtist komið samþykki fyrir en við sjáum ekki að fjárhagsáætlun. Og síðan eins og við höfum alltaf verið að tala að það verið sér liður í framkvæmdaáætlun þegar það er farið í breytingu gatna að grafa upp götur og gera þær upp að það séu lagaðar í leiðinu og settar í sama plan. Og síðan að gera útivistarsvæði við sjóinn, gera samkeppni, hönnunarsamkeppni við strandlengjuna
við Ánanaust og Eiðisgranda. Þetta eru tillögurnar sem kom fram. Það voru ekki fleiri, þeir voru ekki meinar neitt við, bætt enginn einu við. Hildur Skúli, eitthvað sem þið viljið bæta við eða athugasemdir þetta eða Nei, ég bara held mig við mína línu í þessu sko. Ég sitt hjá í bókun fjárfestingaáætlun. Það bara stór hluti af verkefni okkar kjörinna fulltrúa að fara yfir þessi mál í borgarstjórninni. En hefur ykkur athugasemdir þetta? Eitthvað sem... Nei, þetta bara fínn listi sko af verkefnum en hann gæti verið lengri eða þú veist, önnur verkefni að inni en mér finnst allt í lagi að þið sameinist að leggja þetta fram svona. Þið engar athugasemdir við það. Ég bara með nákvæmlega sem afstöðu Skúli í þessu. En eitthvað önnur verkefni finnst þetta svona tilviljanakennt það sem við setjum þarna eða eitthvað sem við dettur í hug sérstaklega sem við erum ekki að nefna sem og ekki á áætlun. Þú beinir spurningum til Skúla? Já, þess að listin geti verið lengri. Já. Já, bara í prinsipinu skilur en þú veist, ég ætla ekki að hafa skoðun á ykkar vinnu þarna. Þess vegna sit ég hjá í bókunni. Af því að ég beiti mér bara eins og maður á að gera í borgarstjórninni. Þeirri vinnu sem þar fer fram. Það bara flott að íbúaráðið komi fram með þennan lista og lýsi sínum viðhorfum, þeir sem ekki eru beinlínis með sæti í borgarstjórn. Fínt þá... Þannig bara þumall upp gagnvart ykkar vinnu, en af prinsip ástæðum þá tek ég ekki þátt í bókunni. Takk, þriðja bréfmannréttindi og þetta var liðurinn ábendingu íbúðaráða vegna fjárfestinga og veðurslagáætlunar. Þá sendum við inn þennan lista með fylgjandi gögnum sem við erum að fylla úr varðandi jafnréttisskímun sem við erum að fullfylgja. Þá það fjórði liður sem bréf til umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsingu og tillögu að breyting á deiliskipulagi fyrir nýja Skerjafjörð. Geturðu vinsamlegast sýnt síðan kannski deiliskipulagstillöguna. Þetta bréfið, þarna verið að vinna deiliskipulagi. Nei, bara kannski sýna deiliskipulags uppdráttinn. Ég segi þetta persónulega sama á Skúli í hináttina, en mér finnst þetta ekki vera, ég finna þarna erum við komin út í svona mikil smáatriði á teikningu og mikla vinnu að fullt af hlutum sem hægt að setja út og líka að gleðast yfir. Þannig að ég sitt hjá athugasemdir á þessu skipulagi. Ég veit ekki hvort það er búin að kynna ykkur að það er að skoða það. Nei, ég sitt hjá. Sama hérna. Bara... Þannig að... Salvör, varstu með ykkur athugasemdir varðandi þetta deiliskipulag? Nei. Þá er það bara... Förum við bara beint áfram í næsta lið sem 5. liður sem bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsingu og tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Hagaskóla. Það er númer 1 við Forna til framlengingar. Þarna er út af miklu vandræðum í Hagaskóla verið að vinna því að gera upp skólabyggingarnar og hérna tillaga hvernig bráðabirgða húsnæði sé dreift á lóðina á meðan framkvæmdir stendur. Og athugasemdafrestur til 7. júní. Ertu til í að opna deiliskipulagstillöguna sem við opnum? Hérna sjáum við hvernig skólalóðan og ef þú horfið á tillöguna núverandi ástand til hægri, hérna núverandi ástand og
tillaga deiliskipulagi þá sjáum við þarna er rosalega mikið að bráðabirgðar kennslustofum sem fara bæði yfir fótboltavöllin og yfir stóran part af leikvöllum og yfir græna svæðið sem á staðnum. Og þá spyrir maður hvað eftir og út af hverju hvað verið að nota húsinu og hvað nýtist. Það greinilega ekki mikið sem að nýtast. Veit ekki hvort það byggingin sem syðst sem ennþá nýtt. Eða hvað þessu eru skrifstofur eða hvað þessu eru kennslustofur, við veitum það ekki alveg nákvæmlega. En svona sem arkitekt og foreldri barns í þessum skóla þá finnst mér ansi langt gengið í að taka grænsvæði og leiksvæði af börnunum með svona þjónustu sem lítur ekki út fyrir aðlaðandi og til þess að koma náttúrulega sem kennslustofan fyrir þá náttúrulega skemmist grasið og skemmist allt sem undir og það ekkert, maður setur þetta ekki bara svona niður eins og tekið í burtu eins og ekkert hafi gerst. Það þarf undirstöður undir þetta og annað slíkt og því hefði mér fundist eðlilegar að þessar kennslustofur voru settar á stöðu og undirstöðu og þá eru möguleikar þarna, eru stór bílastæði bæði við Hótel Sögu og við háskólann bara þannig hinum með við götuna og spurning hvort það sé ekki hægt að nýta þau rými þeir bílastæði og að það sé hægt að nýta þessi bílastæði annað í eitthvað eitt vetur og fólk þurfa aðeins að ganga aðeins meira til þess að komast í vinnuna til þess að börnin séu með betri aðstæðum. Það hlýtur að verða að fórna einhverju bílastæðum fyrir það. Já, það er mjög góð punktur að sjá fleiri útfærslu. Er þetta hugsað þá bara 1 ár? Stendur ekkert lengi, lítur að vera allavega 1 ár, heill vetur og maður sér sko. Gjörðu svo vel, Skúli. Já, takk fyrir. Já, ég fyrsta lagi vil ég segja, mér finnst það kannski ekki alveg nægilega skýrt í tillögunni sjálfri eða greinargerð með henni hvaða sem menn sjá fyrir sér að gerist til bráðabirgða þarna á lóðinni meðan að menn eru að fara í þessar miklu framkvæmdir sem að bæði tengjast meiri átt að viðhaldi í tengslu við þessa miklu sem að koma upp í skólahúsnæðinu en líka því að það liggur núna fyrir samþykkt borgarráð sem að það verður ráðist í verulega stækkun á skólanum. Það verður sem að reist ný viðbygging sem að kemur í staðinn fyrir 2 álmur sem að eru metnar í raun og veru ónothæfar eða þær séu það illa farnar að það svara ekki kostnað að gera við þær. En síðsta byggingin mun standa eftir. Það eru þessar 2 álmur sem að eru á einni hæð og við þekkjum það sem að hafa verið kjördeildir í kosningum. En það sem að skiptir máli núna varðandi færanlegu stofunar að það stendur bara til að nýta þetta svæði sem merkt A og þá fyrst og fremst grasflötina sem er þarna hvað norðan megin við aðalbygginguna og snýr út að Hagatorgi. Þannig að B og C-reitirnir eru fyrst og fremst settir þarna inn sem heimild sko lengra inn í framtíðinni til næstu 10, 20, 30 ára og myndu þá tengjast í raun og veru algjörri endurskipulagningu á útilóðinni, skólalóðinni í heild sinni. Út af hverju það verið að setja það inn núna? Það væri alveg skýrt sko. Birgir, hvað segir þú? Út af hverju verið að setja þá inn B núna? B og C ef það ekki... Það er raun og veru bara eins og oft gert til þess að tryggja það að það sé heimild í skipulaginu ef að til þess kæmi á seinni stigum. Það stendur sem sagt ekki til þess að fara með neinar færanlegar stofur inn á B og C-reitin núna í tengslu við þessa framkvæmdu sem eru ákveðnar. Það fannst mér að þetta ekki vera þarna út af því að það er að misnota það alltaf heimildir. Það eru verktakarnir fljótir að koma með gámana og annað slíkt. Verktakar, það sem fer í gang hönnunarvinna, það sem allir aðilar sem að tengjast starfseminni koma að borðinu, bæði skóla- og frístundasvið, umhverfis- og skipulagssvið,
skólastjórnendur, skólaráðið. Þannig að menn þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að einhverjir verktakar hlaupi til og taki stjórnina. Ekki þannig beint, en það náttúrulega sko, hvað er gerlegt og hvað er ekki gerlegt og hvað kostar og þegar stundum þetta að fara svolítið í kringum samninga. Því miður. Já. Já, það er allavega alveg á hreinu. Það er enginn að fara að setja niður færanlega stofur inn á núverandi leiksvæði barnanna eða nemenda. En myndi þetta koma í veg fyrir að þau verði einhvers staðar annars staðar næsta vetur? Er þetta að fara... Nei, það er ótengt því, sko. Það er ótengt því, Þetta fyrir framkvæmdina, ekki fyrir það. Þannig að þetta er bara fyrir framkvæmdina, sem sagt? Þetta er ekki fyrir næsta vetur þá. Já, sko, það er meining, eins og planið lítur út núna og þið örugglega þekkið þá er meiningin að 10. bekkurinn sé á Hagaskólalóðinni að einhverju leyti í færanlegum stofum og einhverju leyti inn í stóru byggingunni, tveggja hæða byggingunni. Og hinir yngri árgangarnir séu þá í ármálunum, það er það húsnæði sem er búið að tryggja. Vonandi sem styst, en það er það húsnæði sem er í hendi, það er það eina sem hefur fundið sem að rúmar þá 400 nemendur sem eru í þeim tveimur árgangum með starfsfólkin til viðbótar. Og það sem er inn á A-reitnum, þá það bara fyrir 10. bekk? Já, Ég ætla bara að segja, mér finnst sko, ég ætla ekki að gera neinar athugasemdir við þetta, mér finnst það bara, þetta er bara grafalvarlegt ástand í Vesturbænum varðandi þessa aðstöðu núna og ástandi, þannig að við verðum bara ég vona bara að skólafrístundaráð sé í mjög miklum samskiptum bæði við foreldra og skólakennarana og skólastjórnendur, þannig að foreldrar hafi líka fái upplýsingar beint frá skólafrístundasviði. Það sem er mikilvægt. Bara hvernig þetta ferli á eftir að þróast núna. En Skúli, hefur verið farið í... Ég kannski bara kema þess inn á það. Það var einmitt, sko, það hefur verið regluleg upplýsingagjöf frá skólastjóra af því okkur skilst til foreldra og svo var haldinn fundur bæði í skólaráðinu í síðustu viku ef ég þekki rétt og svo opinn fundur með foreldrum á mánudaginn var þar sem var farið mjög vel í gegnum framkvæmdirnar sem eru fyrirhugaðar og tekið samtalið einmitt þetta, alveg skýrt auðvitað foreldrasamfélagi vill auðvitað koma sem fyrst með alla starfsemina inn í hverfið og ég tek að sjálfsögðu undir það. Ég hef beðið það að það verið farin annar hringur á öllum valkostum mögulegum í Vesturbænum. En það hefur ennþá ekki skilað sér í því að það sé eitthvað annað húsnæði sem er nægilega stórt og heppilegt fyrir skólastarf til þess að geta rúmað þennan fjölda. Það liggur ekki á lausu, en svo er spurningin, sko, skólinn hefur verið mjög skýr með það að þeir vilja ekki búta árgangarna niðurskilið þannig að skólinn þurfi að halda út í starfi á mörgum stöðum. Ármúlinn hefur að því leyti hentað vel að hann nær vel utanum þessa 2 árganga en vissulega á eftir að bæta útiaðstöðun og leiksvæði nemenda þar og það er verið að vinna því af hálfu skipulags að útfæra þær leiðir. En Skúli, hefur verið skoðað möguleikin að setja kennslustofurnar á bílastæðið á móti við háskólann? Bara hinn með göttuna hann? Ég þekki það ekki. Það er auðvitað ekki á forræði borgarinnar, þannig að þá þyrfti þá að leita samninga við ríkið. Já, sjálfsög. En það ekki, myndi þeir ekki vera... Ég kannast ekki við að það hefur sérstaklega í umræðunni, sko. Myndi þeir ekki vera jákvæðir við þegar fólk lendir í svona slæmum vanda? Kemur upp svona... Já, sko, samningar við ríkið almennt séð hafa verið flóknir í málum sem þessum. Við þekkjum það. Þannig að það er ekki svona eins og hendi sig vefa að fá niðurstöðu í málum þar sem að þú þarft að fá
samþykki hratt og vel. Svona almennt séð, skilur, en Það er svo mikið í húfi, þú veist, árgangar, unglingar. já. Krakkarnir eru náttúrulega líka að nota þessi leiksvæði þótt að þið séu í Ármúla, þá eru þeir að nota þetta leiksvæðis fyrir utan skólatíma. Það er mikið notað þessi leikvæði, körfuboltavöllurinn og Já, en það stendur ekki til að breyta, það er enginn að taka, þú veist, leiksvæði hvorki körfuboltavöllin né fótboltavöllin eða hristibrautina í burtu, eins og ég var að nefna á. Já, partur af A og þá reyti, sko. Partur af A og síðan. Já, þetta bara, maður bara óskar þess að samtalið sé allavega mjög gott þannig á milli þessara hópa og það komi kannski einhverjar betri lausnir. Maður sér þetta náttúrulega ekki alveg. Já, mér finnst alveg sjálfsagt að þessi leita eftir betri lausnum en það lítur svo hrikalega út þegar maður að sjá þetta svona. Og ég var svolítið erfitt með að skilja það að sé verið að biðja að setja stofu sem ætlunin ekki að setja. Því að þá náttúrulega bara endurskipulag á lóð og þá náttúrulega bara nýtt leyfi. Skil ekki út okkar að vera að hoppa yfir svona eitthvað framtíðar að mega að setja hluti á B ef það er ekki ætlunin að gera það. Það er bara góða pælingar og þið ættu bara, þú veist, mér finnst að í svona málum þá held ég að sé alltaf gott að fá þá sem að unnu skipulagið til þess að tala fyrir því og svara efnislegum spurningum sem tengjast það við af hverju hlutirnir líta út eins og þau gera í tillögunni. Já. Það er bara hægt að, síðasti fundur núna, það er hægt að senda póst til umhverfis- og skipulagssviðs og biðja svör við þeim spurningum. Ég held að það sé bara mjög til bóta. Og eðlileg vinnubrögð. Við bara fylgjumst með þessu áfram. Ég veit ekki hvort að Ég ætla ekki að athugasemdir núna, mér finnst það mjög. En Björn, þú ert nú fyrir skólakennara. Hefur þú athugasemdir varðandi þetta? Ég finnst stýringar kúla að vera... Það heyrist illa í þér. Ástæð, ég skil að þér geta orðið brugðið að sjá þetta sett upp svona. Mér finnst stýringar skúla hins vegar bara mjög einmitt skýrar og nú skil ég þetta bara miklu betur. Og ég var formaður foreldrafélags Hagaskóla í 3 ár, 2015 til 18 og mér er málið því skylt og ég hef auðvitað sterkar skoðanir en mér finnst að þær skýringar sem hafa komið fram hérna núna þær eru nægilega fyrir mig. Þannig að þú ert sáttur við þessi húsnæði á skólalóðinni? Já, þetta með að það sé bara verið að setja hluta þessu upp. Ég hef skilning á því að menninni skipulagið hugsi til mjög langs tíma en núna sé það er akút, það verður að fara í að laga þetta og mér sýnist að menn hafi sett í annan gír og þau séu komnir að stað og ætli að gríðarlega mikið að fara að stað og þetta sé lagað og mér sýnist menn vera á þeirri leið og ég skil núna að þér sé brauðið að sjá svona mikið en skil líka af skýringum skúla að það sé annað mál kannski framtíðar einhver framtíðarpæling. Það var auðvitað mjög gott að fá að vita meira þetta. Já. Viljið þið gera eitthvað bókum á þetta? Viltu bóka eitthvað varðandi þetta? Það er skýringar sem hafa komið fram, þær eru þannig að ég tel ekki akút, ég tel akút að það sé vaðið í málið og það sé unnið núna mjög snöggt og vel að því sem þarf að gera akút núna og ég sýnist að það sé í gangi. Ef Björn hefur einhver athugasemdir þá ég hef engar athugasemdir. Nei, ég hef bara eiginlega þessa athugasemdir mér finnst mikilvægt að þetta sé ekki bara skólinn til foreldrunum, þetta sé skóla og frístundasvið að halda mjög vel utan líka upplýsingagjöf varðandi ferlið og slíkt.
Þetta er mjög flókin staða og hefur áhrif á margar fjölskyldur. Ég vil bara nefna það núna, því miður þá var ég kallaði með nánast einhver fyrirvara hérna á mjög mikilvægan fund hjá mínum yfirmanni. Ég verð því miður að víkja að fundi núna og þakka fyrir mig. Takk. Ok. Takk fyrir. Skúli, bara rétt örstutt í lokin út af þessu sem Ásta nefndi að það er þannig að það er sérstakt teymi sem að er að vakta máli mjög vel og er með fulltrúum frá öllum þessum aðilum, frá skóla- og frístundasviði, frá umhverfis- og skipulagssviði, frá eignaskrifstofunni sem að kemur alltaf á málum þegar það þarf að finna bráðabirgða húsnæði út af einhverjum svona vanda sem að kemur upp í húsnæðinu og síðan ekki síst frá upplýsingasviði borgarinnar, þannig að þau hafa einmitt þetta hlutverk að svolítið tryggja það að upplýsingamiðlun hún sé góð til foreldra og reyndar til bara almennings í gegnum þá fjölmiðla ef og svo ber undir, en fyrst og fremst þetta til foreldra þeirra barna sem er í skólanum og síðan þeirra sem að munu hefja nám í haust. Þannig að þetta teymi er á störfum og hittist mjög reglulega. Gott að heyra. það er gott og kannski getur þú eins og þú sagðir ef þú beðið líka þessi verið að skoða betur í kringum hvort þessi aðri möguleikar í stöðunni, þannig að það er bara mjög gott. Við bara skulum þá bara halda áfram, takk fyrir og veit okkur í næsta lið sem 6 málefni hverfisins. Það hvort þú hefur fengið heimili, hefur þú séð einhverja pósta eða ekkert slíkt, hvorki inn á Facebook eða þar, þannig að voruð þið með eitthvað sem þið viltu ræða málefni hverfisins? Einhver? Nei. Og Hörður, þú varst með upprétta hönd. Vildirðu segja það hér? Hörður. Við erum bara með eftir. Hörður. Heyri ég okkur? Hörður. Nei, það heyrist ekki á hann lengur. Þá bara þökkum við þeim áheyrnarna sem eru að horfa á okkur í streymi og við vindum okkur í umsóknir í Hverfisjó sem lokaður liður fundarins.